Góðan daginn, ég heiti Birkir Freyr og ætla að hafa smá kynningu á lokaverkefni mínu í lokaverkefni áfanganum. Ég valdi þetta verkefni til að tengja saman áhugamáli mín á íþróttum og vélstjórn. Ég ákvað að gera nokkurs konar uppgjafarvél fyrir blak og notast yfir loft til að skjóta á boltanum og reyni með því að herma eftir slagi eða smassi leikmanns. Í næstu klærum mun ég reyna að lýsa því út á hvað verkefni gengur. Ég ákvað að hafa 2 göt á rörinu sem boltinn sest í. Götin eru á ofan og neðanverðu. Það verður stillanlegur þrýstingur að hvoru gati til að geta stýrt flotinn á boltanum. Sem sagt, ef ég hef með sama þrýsting til þess að báðum götum, þá ætti boltinn að fljóta á þess að snúast. Og þetta stundum kallað flot uppgjöf í blaki. Það sem boltinn flýtur út í loftinu á þess að snúast. Síðan ef að þrýstingnum verður breytt, haft meiri þrýsting ofan og minni að neðan, vonast ég eftir að geta fengið snúning á boltan þannig að líka eftir snúningsuppgjöf eða jump serve eins og við tölum yfirleitt Lokarnir hafi nálægt götunum til að geta fengið loftið til að koma á sem mestum hraða til að fá sem mesta höggið á boltan. Því mun liggja 2 lagnir frá safnhylki og 2 segulokar á hvorri lögn. Þannig ég get nota lagnina sem eins konar þrýstistilli og verð með stafrænan mæli á lögnunum sem tengdu verður við stjórnbox sem verður utan á uppgjafarvélinni. Þar verður 2 takkar til að stýra þrýstingnum á hvorri lögn, sem ég vil fá breyta þá flotinn á boltanum og hægt verður þá að stjórna þeim frekar auðveldlega. Hér sjáum við formúluna fyrir þrýstingi sem ég notaði til að sjá nokkurn veginn við hvað ég væri að vinna með, þrýstingi sem ég var að vinna með. Og þessi formúla hún reiknar ekki með neinu tapi. Og hún reiknaðist eitthvað rétt undir 1 bari. Og með því hugafarið þá að koma boltanum á 100 km hraða, sem svona cirka eins og uppgjafir eru. En síðan þarf að reikna með tapið, meðal annars það loft sem fer út í rýmið aftan við boltan og einnig loftið sem fer fram hjá boltanum eða bara beint út. Ég setti safnhylki sem ætti að duga fyrir heila æfingu og kannski rúmlega það, en einnig væri hægt að vera með litla loftpressu sem ég reikna með ekki með að þurfa mikinn þrýsting þar sem boltinn ekki með þungur. Hér sjáum við teikningar af uppgjafarvélinni og á henni eru helstu mál til að geta smíða vélina. Og hérna næstu glæru erum við með tengistykki sem ég hannaði og bjó til þess að geta tengt 2 tómmu rör sem ég ætlaði að hafa yfir í boltarörið sjálft þar sem boltinn sest inn í. Þetta verkefni var mjög skemmtilegt og krefjandi og gaf mér mjög góða innsýn á teikniforritin á Inventor og Fusion. Þetta var aðalega unnið Inventor en í restinu þurfti ég aðeins að fá hjálp og notaði Fusion. Það erfitt að segja til hvort það virki fyrir að búið að prófa þetta, en það verður klárlega mitt næsta verkefni. Og þá einnig gaman að sjá hvort ég ná að stýra snúningum boltanum eins og mig langar. Og hvort að loftþrýstingurinn sem ég hleypi á boltan skemmi boltan eða ekki. Þegar ég valdi þetta verkefni þá höfum við vinna með uppgjafagræjur sem eru með 2 hjól eins og sést hér á myndinni. 2 hjól sem snúast og þau snúast svo hratt og við það mikill núningur að boltarnir skemmast. Og þetta mín leið til að reyna að finna út að búa til uppgjafagræju til að skemma ekki boltana. Ef þetta verkefni tekst hjá mér
ég er búin að smíða kannski og hanna og prófa, þá gæti þetta haft töluverðar breytingar í för með sér fyrir æfingar á blakvellinum. Takk fyrir.